Já, velkomin á bæjarstjórnarfund númer 558. Í dag 30. september 2025 og klukkan rúmlega 5. Mættir á fund Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristinsson, Rakel Árnadóttir varamaður, Magnús Einar Magnússon, Steini Guðni Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir og starfsmenn fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Fyrst ætla ég að byrja á ósk eftir að taka 2 mál og eina fundargerð inn með ábyrgð með heimild 16. grein bæjarmála samþykkta sem yrði númer 1, 2 og 12 á dagskrá. Álagningarhlutfall útsvars 2026, gjaldskrá 2026 og fundargerð bæjarráðs númer 1341. En fyrrgreind mál var tekin fyrir á fundi bæjarráðs mánudaginn 29. september 2025 og vísað til bæjarstjórnar. Ber tillöguna upp til atkvæðagreiðslumerki og það er samþykkt samhljóða. Þá fyrsta mál á dagskrá, það álagningarhlutfall útsvars 2026, mál sem tekið inn með afbrigðum. Tillaga frá 41. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 29. september 2025. Má bæjarstjórn samþykkja að álagningarhlutfall útsvars 2026 verði óbreytt eða 14,97% og orðið rust undir þessu lið. Og enginn hefur beðið orðið, þá með kemur merki til samþykktar og til samþykkt samhljóða. Það annar mál á dagskrá, gjaldskrár 2026, tekið með ábyrgðum tillaga frá 341. fundi bæjarráðs sem var haldinn 29. september 2025 að bæjarstjórn samþykki gjaldskrár 2026 vegna safna, gatnagerðargjalda, byggingarleyfagjalda, skipulagsbreytinga og framkvæmdaleyfa, öryggisþjónustu og slökkvilistækjaþjónustu, slökkvilissundlaugar, líkamsræktar og íþróttahús, skóla og tómstundasviðs, leigu og þjónustugjalda grunnskóla, skíðasvæðis, áhaldahús, dýrahalds, skrúðs, tjaldsvæðis og þingari og hafna Ísafjarðarbæjar. Og orðið lausnindi þessu við. Og Gylfi beðið málið. Já, forseti. Ætlum við ekki að vera með hérna. Forseti og bæjarfulltrúar sem komnir eru til fundar hér erum við að fara yfir mál sem að tengist gjaldskrám. Þetta mál og fyrsta mál eru bæði svona undirbúningur fyrir 2026. Það eru ekki, í minnisblaðinu eru gerð grein fyrir ýmsum breytingum sem að gerðar eru. Embættismenn hafa haft það að siða að taka eina gjaldskrá og taka til gagngerðar endurskoðunar og hér það einkum slökkvilis og öryggis- og slökkvitækjaþjónusta sem tekur svona talsvert harkalegum breytingum, allavega ef að litið til hlutfallslegra breytinga en ekki ef að skoðað er raunkostnaður eða krónutölubreiting. Það hvað varðar útsvarið sem ég kom nú ekki upp til þess að ræða áðan og þá hefur það verið óbreytt margra ára skeið að því frátöldu að stundum því hnikað í tengslu við samninga milli ríkis og sveitarfélaga og þá hefur skatthlutfallið verið óbreytt gagnvart almenningi. Við höfum haft það sem svona pólitíska það hefur verið svona orðið úr sem pólitískt samkomulag að stilliskrúfa í fjárhagsáætlunargerð og skattlagningu hefur verið fasteignagjalda prósentan og við gerum ráð fyrir að það verði hér áfram. Þannig að álagningarhlutfallið verði óbreytt en fasteignagjöldin geti þá mögulega tekið breytingum. Í því samhengi þó vert að minna á eða benda á að við erum komin í 0,5% af gjaldstofni fasteignagjalda þannig að við erum hætt að nýta okkur undanþáguheimild sem í lögum hvað það varðar. En ég mun veita þessum gjaldskrárbreytingum mitt atkvæði svo að vinna starfsmanna geti haldið áfram við að undirbúa fjárhagsáætlun fyrir 2026. Takk fyrir þetta Gylfi, orðið en það laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá legg ég þessa gjaldskrár til samþykktar með ekki merki. Til samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin í þriðja mál, viðaukar við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 19, tillaga frá 1300 og 40, hvað séru? 40. Ég afsakið, fundi bæjarás, en fundi var haldinn 22. september 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 19 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna aukningar á kostnaði velferðarsviðs 9,6 milljónir vegna viðbóta við fjárhagsaðstoð og framlags til Vesturafls. Viðaukan er mætt með lækkun á ófyrirséðum kostnaði. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar aukinn kostnaður 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta 0 krónur eða óbreytt afkoma í 194.700.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta 0 eða óbreytt afkoma í 947.500.000. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, þá legg ég þetta fram til samþykktar með gemmerki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Fjórðamál dagskrá viðauka við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 20, tillaga frá 1340. fundi bæjarráðs, en fundi var haldinn 22. september 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 20 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna tilfærslu verkefna og framkvæmdaáætlun milli ára. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar aukinn kostnaður 0 krónur. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta 0 krónur eða óbreytt afkoma í 194.700.000. Áhrif viðaukans á samantekt á B-hluta 0 krónur eða óbreytt afkoma í 947.500. Og orðið er laust. Gylfi beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér eru við að flytja til fjárheimildir milli liða á framkvæmdaáætlun. Það er sem sagt þannig að það er meiri kostnaður sem að hefur hlotist af framkvæmdum við stjórnsýsluhúsið sem að kom í sjálfu sér í ljós bara eiginlega strax við samþykkt síðustu fjárhagsáætlunar. Þá kom í ljós að það þyrfti að fara í umfangsmeiri framkvæmdir við stjórnsýsluhúsið heldur en að áætlanir sem að lágu fyrir sléttu ári síðan gerðu ráð fyrir. Til þess að mæta þessu erum við hér að leggja fram breytingu þar sem að hluti af framkvæmdum við slökkvistöð flyst til 2026. Það er ekki nein efnisleg breyting í því. Það var áætlað rúmlega fyrir þær framkvæmdir til þess að ekki stæði á peningum þegar að framkvæmdir hæfust og nú er ljóst að ekki verður þörf á að draga á þennan pening án þess að það hafi áhrif á framkvæmda hraðan og þess vegna ég kem hér upp til þess að árétta þetta vegna þess að í fyrirsögn í fjölmiðli nýlega var talað að þessari framkvæmd slökkvistöðvarinnar væri frestað en það er ekki rétt. Takk fyrir þetta Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Já, Sigríður Júlía. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar til þess að í þessu samhengi að því að við erum að leggja fram þennan viðauka og sem fjallar kemur inn á endurbætur á stjórnsýsluhúsi að þá liggur það fyrir að við erum að fara að flytja umhverfis- og tæknisvið og skóla- og tómstundasvið núna bara á næstu dögum og bara í næstu viku upp í rými sem að bærin upp á Hlíf á 4. hæð. Þar er opið rými sem að hefur ekki verið í nýtingu og þangað förum við með þetta svið á meðan að niðurrif og annað er í gangi upp á 4. hæð hér í stjórnsýsluhúsinu. Þá munu framkvæmdir við loftin hér á fjármála- og stjórnsýslusviði hefjast í byrjun desember og það er verkefni sem að mun taka 2 mánuði og á meðan á því stendur að þá mun stjórnsýslu og fjármálasvið fara líka upp á Hlíf og síðan þegar að þetta svið verður tilbúið að þá tekur
velferðarsviðið og fer upp á Hlíf og verður í 2 mánuði. Þannig að við erum að fara að vera mjög mikið upp á 4. hæð á Hlíf við hennar bæjarstarfsmenn út þennan vetur og ég fór í hádeginu í dag og átti góðan fund með íbúum á Hlíf til þess að upplýsa þau þetta og svona að árétta svona misskilning sem að vill oft koma upp við svona aðstæður. En allavega við erum öll mjög spennt fyrir þessu og þessum breytingum og lagfæringum á húsnæðinu og ætlum að láta þetta bara ganga vel. Við munum þá jafnframt þurfa að finna stað fyrir bæjarstjórnarfundi í desember og janúar. Það eru 2 bæjarstjórnarfundir áformaðir í desember og 1 í janúar, þannig að það er bara mjög miklu líkur á því að þeir verði þá haldnir út í byggðakjörnunum og verður nánar auglýst síðar, en mér langaði til að upplýsa þetta hér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þetta upp til samþykkta með gemmerki. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál. Viðauka við fjárhagsáætlun 2025, viðauki 21. Tillaga frá 1340. fundi bæjarráðs, en fundi var haldinn 22. september 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 21 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna hækkunar og breytingu lífeyrisskuldbindingar. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar aukinn kostnaður 339.700.000. Áhrif viðaukans á sveitarstjórn A hluta neikvæð 337.200.000 eða lækku afkoma úr 194.700.000 í neikvæða afkomu upp á 142.500.000. Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta neikvæðum 339.700.000 eða lækku afkoma úr 947.500.000 í 607.800.000. Orðið laust undir þessu lið og Gylfi beðum orðið ekki svo vel. Já, forseti, það mætti ætla að hér væri risastórt mál á ferð og það að einhver leyti það þannig, en þetta er mál sem hefur ekki beinlínis áhrif á sjóstöðu eða rekstur með beinum hætti. Forsaga málsins þessi. Almennt kallað eftir lífeyrissjóðsútreikningum við gerð ársreiknings en núna var óskað eftir lífeyrissjóðsútreikningum, þar að segja útreikningum á því hver skuldbinding bæjarins það var ákvað að gera það núna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2026. Þá kemur í ljós að þróun hefur verið verulega óhagstæðari heldur en að ráð var fyrir gert og voru teiknaðar upp 2 sviðsmyndir, annars vegar hækkun upp á 8,8% og hins vegar 11,6%. Hér teflir talsverðar upphæðir, en við ákveðum að fara frekar varfærnari leiðina og áætla að þessi vísitala lífeyrisskuldbindinga hækki 11,6% sem hefur þá þessi áhrif upp á 340 milljónir. Þetta hefur ekki áhrif á sjóðstreymið en þetta breytir því að við gerðum ráð fyrir að vera með afgang upp á 195 milljónir en verðum núna með tap upp á 140 milljónir rúmar. Náum ekki því markmið sem ég hafði reiknað að myndi nást í 19. nóvember að komast undir 100% skuldahlutfall í fyrsta sinn í sögu sveitarfélagsins, en við eigum næsta ár til góða áður en að kjósendur ganga að kjörborðinu. Við þessa breytingu þá ég vil benda ykkur á fundargerð bæjarráðs sem var í gærmorgun. Þar eru áhrif þessa máls greind niður á fjárhagsleg markmið sem við höfum haft sem leiðarljós í okkar vinnu og þar kemur í ljós að þrátt fyrir þessa breytingu að þá verði rekstrarjöfnuður 3 ára jákvæður 282 milljónir
og langflestar kennitölur í rekstri sveitarfélagsins ennþá jákvæðar þó að þetta sé að sjálfsögðu mjög mikið högg. Það skiptir máli í þessu samhengi tvennt annað sem ég vildi nefna. Það annars vegar að við erum að því að ég fæ ráðið af fréttaflutningi fyrsta sveitarfélagi sem að færa endurútreikning fyrir yfirstandandi ár. Hins sveitarfélagi muni fá þetta þá á næstu mánuðum og jafnvel ekki fyrir en við ásetningagerð sem þá eftir hálft ár. Og þannig að það mjög sennilegt að þessar tölur verði jafn harkalegar í rekstri annarra sveitarfélaga. Það var og hitt var sem að ég vildi segja var að við endurútreikning eða við uppgjör ásreikningi 2024 þá fengum við hækkað afkomu upp á 300 milljónir. Það fór úr 186 milljón króna afgangi í 486 milljón króna afgang. Þar var sambland af ýmsum þáttum, ekki bara breyting á lífeyrissjóðsskuldbindingu með við áætlanir heldur líka hækkun á útsvarstekjum, endurútreikningur á jöfnunarsjóði og ýmislegt annað sem getur komið til og það að sjálfsögðu ekki útiloka að eitthvað svoleiðis gerist eftir því sem að líður á árið. Takk fyrir þetta, Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og vonandi einhverju tilheyrendur. Ég ætla bara aðeins að rifja upp þessar lífeyrisskuldbindingar maður fer aftur í tíman og flettir í fundagerðum bæjarráðs og bæjarstjórnar síðasta kjörtímabils. Þá má sjá hérna þegar ársreikningur Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2021 á fjalla hann þá einmitt viðbótar gjaldfærsla umfram áætlun var þá 335 milljónir og við erum að tala sambærilega upphæð hérna þannig að og svo hefur nú verið meira eitthvað varðandi höfnina og svo var fjórðungssambandið og þetta þannig að þetta farið að slefa í 1 milljarð núna á 1 til 2 áratugum sem við erum að setja inn í þetta. Mér þykir nú bara verst að ég skuli ekki vera í slíkum lífeyrissjóð sem að bara hægt að kalla eftir meiru en ekki bara ávöxtun. Þannig ég vil bara vekja athygli íbúa á þessu, hvernig þessu er komið. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls, Gylfi. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég þakka Jóhanni Birki hugvekjuna. Þetta alveg rétt sem að Jóhann Birkir segir að það eru umtalsverðar upphæðir sem að hér teflir og ég minnist þess að á fjórðungsþingi í þar síðustu viku að þá fjallaði Jón Björn Hákonarson formaður sambands sveitarfélaga að endurskoða þyrfti uppgjörsreglur sveitarfélaga og vísa þar sérstaklega til lífeyrisskuldbindinga og ég held að við ættum að það þurfa að skoða það mjög alvarlega að það sé eitthvað slags meðaltal 3 ára og að það liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar hvaða tala verði notuð og hún muni gilda þangað til ásetningur er gerður. Þetta eru heldur ekki þannig breytingar að það eigi að hafa svona áhrif sem að sko þetta eins og að maður sé að drekka portvín úr fínu glasi en svo á baki ótemju. Maður að stilla af einhverja 1 milljón hingað eða þangað og svo kemur bréf frá Benedikt Jóhannessyni eða syni hans 300 milljónir upp eða niður. Að vísu höfum við náttúrulega fylgt þeirri stefnu að vera varkár og frekar þá skilja meiri afgang eftir og eigum þá fyrir því þegar þetta kemur svona. En þetta er ekki góður bragur á þessu. Takk fyrir þetta, Gylfi. Bara, íha! En þá eru fleiri sem vilja taka til máls, afsakið þetta, bara stóðst ekki mótið. Þá legg ég þetta til samþykktar með ekki mörki.
var samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. mál, dagskrá sorphirða og förgun, útboð 2025. Til að frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldinn var 18. september 2025 að bæjarstjórn samþykkja Ísafjarðarbæjar fjárfesti í moltustöð og komist sér upp húsnæði og sjái sjálft daglega rekstur. Gera þarf ráð fyrir fjárfestingu í framkvæmdaáætlun og jafnframt að bæjarstjórn veiti umhverfis- og eignasviði heimild til að auglýsa útboð á sorphirðu og förgun í Ísafjarðarbæjar á grundvelli framangreindra útboðsdraga og óbreytts fyrirkomulags þjónustunar. Orðið er laust og Kristján bæðum orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er nú tvíþætt hér. Ég hef ekkert út á það, ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að greiða atkvæði með þessu því að ég hef ekkert á móti því að fara verið í útboð á sorphirðu og förgun. En ég hef einhverja athugasemdir við það að Ísafjarðarbæjar ætla að fara fjárfest í moltustöð og koma sér upp húsnæði og sjá sjálft daglegan rekstur. Ég fyrst að þakka ágætlega fyrir 2 góð minnisblöð með þetta, en ég er frekar efisumynda og myndi frekar vilja að við myndum sjá að við myndum vísa þessu frekar til fjárhagsáætlunarvinnu því að það eru 3 kostir. Við getum keyrt þessum úrgangi suður, við getum boðið þetta út og látið aðra sjá þetta. Ég hef aldrei verið sérstaklega fylgjandi því að við séum einhvern veginn að auka umsvif okkar, hvorki í starfsmannahaldi eða ég myndi allavega vilja sjá hvað er boðið í þetta, hvort sem það væri að hafa það í útboðinu sér sorphirðuna sér og hafa það þetta sérstaklega það svo við sjáum verðin á þessu áður við tökum ákvörðun að fjárfest í húsnæði. Ég veit að við að gera áætlun að nota húsnæði sem við eigum, sem ég er svo sem efisum bæði landsvæði þar í kring og húsnæði að það dugi ef eitthvað kemur upp á því. Þetta áttur að safnast mjög fljótt saman, þetta verður eitthvað 4 tonn í hvert skipti sem er verið að taka allt sveitafélagið. Það er ekkert tekið þarna inn í, það er áætlað 2 tímar í vinnu við þetta. Terra reyndi þetta fyrir nokkrum árum síðan og þá var 10% plast í þessu og reyndi ekki hægt að gera molt úr þessu. Ef það heldur áfram í bréfbókanum þá þurfum við að losa þá alla og starfsmenn þurfa að vera að vinna í því að gera það. Þannig að umsvif með þessu 2 tíma er ég líka efins það er ekkert talað neitt tæki þarna sem þarf væntanlega við að koma þessu í vélina. Ég sé ekki fyrir mér ég veit ekki hvort þessi skópamölyftir annað það sé hægt að samnýta það með áhaldahúsinu. Mér finnst bara svo rosalega margt einhvern veginn, ég er bara ekki til í að samþykja akkurat núna að fara í þessa fjárfestingu, hvorki í húsnæði eða hitt. Ég myndi vilja, ég veit ekki af hverju við bjóðum þetta ekki út og sjáum allavega eða gerum verðtilboð eða eitthvað, svo við sjáum hvort það sé hreinlega ekki betra bara þeir sem sjáum að taka rusli fyrir okkur, gera þetta líka. Þannig að ég ger ekki ráð fyrir og ég myndi við þá vilja sjá að forseti myndi bera þetta upp í 2 því að ég mun sennilega sitja hjá í afgreiðslu þess að fjárfesti í moltustöð og öðru slíku því að ég hvorki með verði hérna yfir hvað þetta kostar að keyra þetta suður eða að bjóða þetta út og láta annars sjá þetta. Það getur vel verið að komi best út þegar við erum búin að skoða það að við gerum þetta sjálf en ég veit það ekki núna. Þannig að ég myndi allavega vilja koma með þessa hugmyndina upp. Við getum þess vegna að vísa þessu bara til frekar í fjárhagsáætlunarvinnu eða slíkt. Við gætum saman við þann sem er að gera þetta núna bara til vors. Það er hugmynd sem að Jóhann Birkir ræddum hérna rétt áðan bara og ég er að stela frá honum. Ég er bara að velta þessu upp. Þetta er ákveðin fjárfesting. Við vitum ekki alveg með húsnæði eða vélarnar. Það er talað með minnisblaðina mögulega þyrfti 2 vélar eða eina stóra og með alls konar spurningamerki í þessum minnisblöðum sem við erum ekkert alveg með á hreinu. Þannig að ég ætla allavega að fá einhverja umræðu þetta. Þetta er svona eins og að sitja á ótemju og þú eru 3 kosti og þú veist ekkert hver er besta leiðin sem hann fer. Takk fyrir þetta Kristján. Gylfi beðum orðið. Svel. Já, þakka fyrir forseti og ég þakka bæði fulltrúanum áhugavert erindi. Þetta hefur náttúrulega verið til umræðu á fyrri fundum og við höfum verið að taka pening frá og hérna verið að sækja í fiskeldissjóð og undirbúa þetta með ýmsum hætti en það eru ekki öll kurl komin til grafar í þessu máli og ég get fyrir minn hatt stutt frestunartillögu
annarkvort í heilu lagi að öllu málunni sé frestað eða því að það sé ákveðið að fara í útboð en að moltu hlutanum sé frestað. Ég átta mig ekki alveg á því, ég get ekki alveg hugsað það på stående fút hvort að það sé heppilegt að fara af stað með annan helminginn ef að hinn er óviss. En ég held svona, ég myndi styðja báðar tillögur hvað það varðar. Ég myndi ekki vilja endilega að þetta yrði sett í að þessu yrði fresta til vinnu við fjárhagsáætlun. Það er aðeins lengra ferli og styrðara og ég held að við þurfum að vera aðeins sneggri á fótunum, en við gætum frestað þessu núna og þá reynda að taka þetta fyrir einu sinni eða tvisvar í bæjarráði áður en við tökum þetta inn á næsta bæjarstjórnarfund. Hvað varðar óvissu til dæmis umfangið, plastinnihald og svo framvegis, að þá eru náttúrulega ákveðnir kostur og gallar við útboð þegar óvissa er af því tagi. Ef að það er óvissa það hversu mikið plast verður í þessu og hversu mikil vinna verður, að þá má búast við að útboðið eða þeir sem að tilboðin í útboðinu taki mið af verstu mögulegu niðurstöðu, vegna þess að þeir vilja ekki setja uppi með tapið ef að plastinnihaldið er svo ekki af gott og allir sögðu að það gæti orðið. Þannig að í þeim tilfellum þegar við erum með óvissu framtíðina í umfangi, þar sem að það er ekki neinni stærðarhagkvæmni að dreifa, heldur í raun bara vinnutíma starfsfólks, að þá held ég að séu ákveðin sjónarmið sem að hníga að því að bærinn eigi að gera þetta sjálfur, sérstaklega til þess að byrja með, þegar komið reynsla á þetta, að þá sé hægt að bjóða þetta út. Þannig ég vildi bara koma þeim sjónarmiðum að framfæri, en ég áttum á því það eru mörg það er einhver leyti mörgum spurningum ósvarað og ég held að nokkri dagar eða einn bæjarstjórnarfundur eða tveir til að fara ætti ekki að skipta öllu máli. Takk fyrir þetta, Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Berg Kirkjusvæl. Forseti, það er fulltrúar. Ég hef nú búin að fara alveg margar hringi í þessu máli og veit svo sem ekki alveg hvort ég er að koma að fara, en en það er nú eins og það er. En sko, ég er nú barast að sækja mér upplýsingar akkurat í þessum tölu orðum. Við erum að tala að setja sem sagt moltugera stöð í húsnæði bæjarins, Kirkjubæ, fyrir þá sem ekki vita, er þarna við flugvöllinn. Ef man rétt, þá er Kirkjubær á hættusvæði vegna ofanflóða. Og ég er einmitt og ég er með hættumati hérna fyrir fram mig, var að leita því. Ég veldi bara fyrir mér hvort að það sé sniðugt að við séum þarna að setja einhverja starfsemi í þetta og en þetta á náttúrulega alveg eins við grænagarð þar sem hefur verið að flokka plast og pappa og allt svolítið. Þannig að ég er svo sem búin að fara margar hringi í þessu og svo sem veit ekkert rétt að svara í þessu, en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu að það er ekki margir aðalar sem geta boðið í þetta og nú erum við í 30. september og ef við ætlum að bjóða þetta út núna í næsta mánuði þá er nú mjög skammur tími og ef að verktakinn á að byrja 1. janúar og fækka nú enn meira þeim sem geta boðið í að vera komið tæki og tól fyrir 1. janúar. Þess vegna datt mér þetta í hug hvort að við ættum að senka þessu og gefa þá fleiru fyrirtækjum bara möguleika að bjóða í þetta. Fá bíla og annað, þetta getur tekið 3 mánuði sko, tækja búnað. Og ef við ætlum að bjóða þetta út, og við ætlum væntanlega að bjóða þetta út, að þá er þetta með sko flokkun og
pappa og plasti. Þá hefur hann, vinur minn sem að reka þetta núna, hann hefur svolítið töglun og haldirnar, hann með grænagarð og getur flokkað þetta þar. Nýr aðili þyrfti þá væntanlega að byggja sér skemmu eða kaupa sér einhvers staðar skemmu hérna. Og hann þyrfti þá að afskrifa þau kaup eða byggingu á samningstímanum eða svona því sem næst. Þannig að einhvern veginn held ég að, ég veit ekki, held ég að þurfum einhvern veginn að hugsa þetta, hugsanlega ætti bærinn að eiga moltugerðarvélina og útvega húsnæði eins og sumir sveitarfélög að gera fyrir austan og fleiri sem að bjóða þetta út. Þau með húsnæði eins og við erum með í Funna og þeir hafa þá líka verið að bjóða upp á flokkunar, línur og annað fyrir verktakann og hann leigir þetta bænum. Og þá erum við kannski komin með eitthvað svona grundvöld að þetta sé eitthvað svona samkeppni og aðilar sem það getur búið í þetta. En eins og segir, ég ekkert sannfærður það að við að gera þetta, en ég get alveg tekið undir þetta með Gylfa, að hvað gerum við ef að plastið miklu meira? Ég meina, hvað ætlum við að gera við þessa mold? Og það svona ýmislegt sem að eflaust hefur þetta verið rætt. Ég var ekki á bæjarráðsfundi þegar þetta var tekið fyrir. Fínt minnisblað, þetta kemur fram kostnaður og allt og það var búið að fara í gegnum þetta allt í nefndinni. Ég talaði fólki sem var fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins í nefndinni og þau styðja þetta svona. En þetta bara flókið, þannig að ég ekki alveg sannfærður og já, ég held að ég veit eiginlega ekkert hvað að segja en þetta nú málið sko. Já, takk fyrir þetta. Sigríður Júlía, við biðjum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Sko, já, þetta eru góðar umræður sem eiga sér stað hérna og ég skil vel þessar vangaveltur. Það ber einnig til þess að líta að það voru fáir fulltrúar á þessum umhverfisnefndarfundi þar sem að ákvörðun þetta tekin. Og mér finnst svona að við ættum að taka aðeins meiri umræðum þetta. Jafnvel að bara bæjarfulltrúar allir fái kynningu á málinu og mér langar, það eitt og það að sjálfsögðu alveg hægt að framlengja núverandi samningum einhverja nokkra mánuði til þess að vanda útboði betur. Ég held að það sé bara, það engin spurning. Við erum hvort sem komin ansi langt inn í haustið og það styttist í 1. janúar. Fyrir utan það að það ekkert auðvelt að fara að taka við nýju verkefni í svartasta skammdeginu. Ef við horfum þetta út frá verktakanum eða verktökunum, þeim sem bjóða í. Þá einnig sko, já, það er náttúrulega umræðan búin að fara hérna út í alls konar hluti og rætt hér til dæmis plast í þessum úrgangi. Mér skilst að það sé ekkit endilega málið, ég meina það getur vel verið að við verðum bara með pappapoka undir úrgangin. Þannig að það eru svona alls konar hlutir, en ég held að það sé bara gott að við flýtum okkur hægt, tökum umræðu þetta, fáum kynningu og ég legg til að við frestum þessu máli og þessari afgreiðslu. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður Júlía. Kristjana, biðjum orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég myndi nú helst ekki ef það er, sko ég alveg tilbúin að styðja að frestum þessu máli, ég myndi ekki endilega vilja að við myndum fresta áframhaldi vinnu við að gera útboðið. En það væri ágætt einhvern veginn að, ég myndi alveg styðja það, við myndum jafnvel hitta
þá sem gera minnisblaðið og þá tæknideildinni bara til að ræða málið aðeins og fara yfir hluti til dæmis eins og ef það skildi þurfa að flokka ruslið að ykkur leiti, ef það getur ekki farið bara við treystum ekki að farið beint í, þetta húsnæði byggt til þess að gera það líka. Mér finnst bara svo ofboðslega margir, ég held að vera bara svo vont ef við förum eitthvað inn í þetta og þetta verður eitthvað allt annað, við erum með alltaf lítið hús og alltaf litla lóð fyrir ruslið og þetta gengur bara ekkit upp. Og ég tala nú ekki eins og bæjarstjóri talar að hún telji að við séum komin of og Jóhann bæjarfulltrúi stutt í útboðið, þá hjálpar það nú væntanlega ekki að fá góð tilboð í þetta, en ég veit svo sem ekkert um það, en ég styð svo sem alveg að myndum fresta afgreiðslu málsins og ég gerir ráð fyrir að þeir haldi þá bara áfram við vinnu og útboðinu og að þessi afgreiðslu mun ekki einhvern veginn tefja það mál. Takk fyrir þetta, Kristján, og Sigríður höfum orðið. Forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur, já, einmitt, Kristján, þetta mun ekki tefja vinnu embættismanna við að undirbúa útboð. Ég fullvís ykkur um það. Takk. Er það fleiri sem vilja sjá sig? Þá ætla ég að leggja það fram tillögu að við frestum þessu máli, afgreiðslu þessu máli, og þeim með gefa mér atkvæði við samþykki það. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli 7 og það er Fíflholt endurnýjun á samningi til að frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldið var 18. september 2025 að bæjarstjórn samþykki endurnýjun á samningi við Sorpurðun Vesturlands sem tekur við úrgangi í Fíflholt. Orðið er laust undir þessu liði, enginn hefur beðið orðið en ekki ef mér merkið samþykkið þetta og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í máli 8, nöfn á stíga og gönguleiðir í Ísafjarðarbæ til að frá 659. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 25. september 2025 að bæjarstjórn samþykki tillögur að heitum á öðrum stígum og gönguleiðum í Ísafjarðarbæ samkvæmt skjali dagsetti í september 2025 fyrir utan breytingatillögu að vegur frá Heiðarbraut í Hnífsdal fá að heitið Dalvegur. Orðið er laust undir þessu lið. Gylfi, orðið, kæru svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur, það er mjög gaman að sjá þetta gæðilegu verkefni ná svona langt. Ég kalla bara eftir athugasemdum og spurningum frá Hnífsdalingunum í salnum það hvort að þeim finnist þessi breytingatillaga sem að gerð hefur verið henta. Ég fæ ekki betur skilið en að hér sé verið að vísa til götu sem að er eða sem sagt vegar sem að er á í fundugögnunum kallað H1 eða fremri Hnífsdalsstígur að það verði dalvegur en ég fagna allri umræðu um þetta og önnur nöfn sem þarna eru lögð til. Takk fyrir þetta, Kristján orðið, kæru svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það veit svo skemmtilega til ég satan fund þar sem þessi breytingatillaga kom fram og styð þetta var dalvegur, þetta var annarkvort dalvegur eða fremri Hnífsdalsvegur því að þetta er engin stígur sko, ég veit bara aðalega að koma því á vega, þetta er vegur ekki stígur sko og næra vísu þá alveg í gamla stífluvegin eða nýja stífluvegin sem var gerður þegar við Hnífsdalingar ætluðum að bjarga ykkur með vatn og við fundum það í göngunum en það er önnur saga. En það er svo sem mörg nöfnarna sem að mér þykir nú svo sem ekkert sérstaklega falleg en þetta var svolítið næri hjarti mín þess að lítið breyta þessu. Takk. Takk fyrir þetta. Kristján, orðið er laust. Gylfi, þér svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég gleymdi að tala svona á almennu nótum þetta. Með þessu verkefni er ekki verið að eigna sér, er bærinn ekki að eigna sér neina stíga, hann er ekki að gefa neinn fyrirheit að þeir verði hirtir, að þeir verði með vetrarþjónustu eða þeir verði merktir með öðrum hætti heldur en í stafrænum miðlum og bærinn, eða ég gerir mér í öllu falli ekki neina sérstaklega grillur að öll þessi nöfn verði fólki tóm. Þetta verða hins vegar nöfnin sem að verða þá á landakortum. Þetta verði það sem að verði á
OpenStreetMap og það er kortagrunnurinn sem að gengur inn í Strava og aðrar efnisveitur af því tagi. Þetta verður það sem að hægt verður að nota í opinberum skjölum og skýslum og kortum og kannski seitla sundað í vitund íbúa kannski eitt og eitt orð og þá er það betri en ekkert. Takk fyrir þetta, Gylfi. Orðið er laust og enginn er beðið orðið, þannig að ég legg þetta fram til samþykkt með ekki merki. Ég samþykki þetta. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 9. mál, Torfnes, Ísafirði, lóðamarkabreytingar við Eyr og sjúkrahús H-Vest til að frá 659. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 25. september 2025 að bæjarstjórn samþykki lóðlegu samninga við Torfnes annars vegar undir sjúkrahús og hins vegar undir hjúkrunarheimili Eyri. Orðið er laust undir þessu lið og enginn er beðið orðið, þá legg ég þetta til samþykktar með ekki merki til samþykkt samhljóða. Þá er 10. mál, Stórusteinar 1-4 við Vonalandsvegi í landi Álfadals Ingjaldssandi í Öndarfirði til að frá 659. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 25. september 2025 bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun lóða við Vonalandsveg úr jörðinni Álfadal á Ingjaldssandi í samræmi við merkjalýsingu dagsett 19. september 2025. Orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið og legg ég þetta fram til samþykktar með ekki merki. Samþykkt samhljóða. Já, þá erum við komin í fundargerð til kynningar. Það er 11. mál, bæjaráð lögð fram til kynningar fundargerð 1340. fundar bæjaráðs en fundur var haldinn 22. september 2025 og fundargerðin er í 12 liðum. Orðið er laust undir þessari fundargerð. Gylfi, beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar að koma hér undir lið 5 þar sem óskað var eftir framlengingu á niðurfellingu fasteignagjalda vegna skíðheima. Þetta er gamalt hús, mér minnir að þetta sé 4. kynslóðin af skíðheimum. Eldri hús höfðu staðið annar staðar í landinu og öll farið í snjóflóði eða orðið öðrum náttúruöflum að bráð, en það hefur staðið þarna keyrt á fjallsbrúninni en ekki gengi í endurnýjun lífdaga eftir að snjóflóða fjall 94 og skíðasvæðið var flutt. Þarna er félag sem er nú að mestu borið upp af einum einstaklingi sem hefur haft í hyggju að koma því í skikk og setja þar upp minjasýningu skíðaiðkun og við teljum ekki sérstaklega ástæðu til þess að fara að krefja hann fasteignagjöld en það er engin útlagður kostnaður við þetta núna og svona góður hugur þarna baki, en við vildum í bæjarráði svona benda á það allavega okkar hálfu að það þyrfti ekki að vera bundið við sýningarhald í tengslu við skíðaiðkun, heldur gæti þetta verið heppilegur vettvangur fyrir og heppilegur grunnur fyrir til dæmis skotíþrótti, motocross og fjallahjólreiðar. Fjallahjólreiðar eru þarna núna, vélsleða iðkendur nota þennan stað eða þetta svæði þarna sem sinn upphafspunkt við sína náttúruferðir. Skíða skotfimmi hefur verið að færa sig upp á skaftið og skíðasamband Íslands hefur verið að halda skíða skotfimmi mót á Ísafirði og mér segja fróðir menn að skíðasvæðið á Seljalandsdal sé eitt af bestu skíðasvæðunum á landinu þegar kemur að skotíþróttum eða skíðaskotfimmi, og ég held að það séu bara mjög mikil tækifæri í að blanda saman þessum 6 íþróttum sem við getum séð þarna. Það eru þá skíðaganga, skíðaskotfimmi, fjallahjólreiðar, motocross mögulega sem að vantar stað til þess að vera, skotíþróttir almennt og svo almenn útivist. Var ég ekki búin að segja fjallahjólreiðar, það er þá 7. Og ég held að skíðheimar gætu orðið mjög skemmtilegu miðpunktur, og svo náttúrulega fáum við lendingastað fyrir geimverur hérna á bílastæðinu og það gæti nú verið gott að fá kosmíska krafta til þess að hjálpa sér við íþróttaiðkun. Takk fyrir þetta, Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls. Það er ekki orðið lagt fram til kynningar. Þá er
12. mál, það bæjaráð lögð fram til kynninga fundargerð 1341. fundar bæjaráð sem fundur var haldinn 29. september 2025 og fundargerðin er í 16 liðum, orðið er laust undir þessu lið og enginn er beðið orðið á þetta lagt fram til kynningar. 13. mál nefnd byggingu slökkvistöðar í Skuldsfirði, lögð fram til kynningar fundargerð 7. fundar nefndar byggingu slökkvistöðar í Skutulsfirði en fundur var haldinn 27. september 2025. Fundargerðin er í 2 liðum og orðið er laust undir þessu lið. Sigríður Júlía beðið orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri tilheyrendur. Já, þetta er gangur í þessu hjá okkur með slökkvistöðuna og við vorum að fá fyrstu drög að teikningum núna á fundi núna á föstudaginn og þetta lítur bara vel út og við vorum með lítisháttar athugasemdir við það var svona ýmislegt varðandi staðsetningu og hurðum og annað en höfum núna óskað eftir því að á næsta fundi liggi fyrir svona gróf kostnaðaráætlun. En eins og ég greindi frá einhvern tímann daginn að þá erum við samt, við erum alveg á góðum tíma með þetta, við settum okkur að markmiði að vera búin að klára hönnun á húsinu mánaðamótin október-nóvember. Þannig að þetta lítur ágætlega út. Þá langaði mig til þess að nefna það að nefndinni barst bréf frá formanni sóknarnefndar Ísafjarðarkirkju, Ísafjarðarsóknar, þar sem var óskað eftir viðræðum við Ísafjarðarbæ möguleg makaskipti á húsnæði og það kemur svo sem ekkert fram í inngangi annað út af hvað þessi beiðni gekk en þetta snýst sem sagt það að sóknarnefnd óskaði eftir því að fá inni fyrir líkbílinn á nýrri slökkvistöð og bjóða þá skúrinn sem að sóknin á Fjarðarstræti í staðinn. Það er hins vegar þannig að samkvæmt 18. grein reglugerðar starfsemi slökkviliða að þá er önnur starfsemi, hún á ekki heima í slökkvistöðum. Þannig að þetta er bara ekki hægt, þannig að það kom ekki til greina að taka einhverja afstöðu til erindisins á annan hátt en það en að horfa bara til þeirra laga og regla sem slökkvistöðar gilda. Þannig að ég vildi bara upplýsa ykkur þetta. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls þessu lið. Svo ekki, þá er þetta lagt fram til kynningar. Þá er það 14. mál skipulags- og mannvirkjanefnd lögð fram til kynningar fundargerð 659. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 25. september 2025. Fundargerðin er í 10 liðum og orðið er laust undir þessu. Kristján, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, mér langar bara benda bæjarfulltrúum sem ekki hafa skoðað að kíkt á það, þetta er undir öðrum lið sem sagt nýtt deiliskipulag Tunguskeið og Skutusfjörð og mögulega framtíð á þau hverfi. Þetta er að kynna ykkur þetta og hafa skoðan á þessu. Þetta er ótrúlega flott kynning sem fengur á Gunnari Pálu. Þetta lítur alveg óbúslega vel út og virkar rosalega margar flottar framtíðar lóðir fyrir einbýlishús raðið bara að kynna ykkur þetta, bara benda ykkur að það. Takk fyrir þetta Kristján, teku undir þetta hjá honum. Fleiri sem vilja taka til máls þessu lið? Svo ekki að það var þetta lagt fram til kynningar. 15. mál, skólaíþrótta- og tómstundanefnd lögð fram til kynningar fundargerð 30. fundar skólaíþrótta- og tómstundanefndar en fundur var haldinn 24. september 2025 og fundargerðin er í 8 liðum og orðið laust undir þessu lið og enginn er beðið orðið, þá var þetta lagt fram til kynningar. 16. mál, umhverfis- og framkvæmdanefnd lögð fram til kynningar fundargerð 160. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 18. september 2025 og fundargerðin er í 10 liðum. Orðið laust, enginn er beðið orðið, þannig að þetta er lagt fram til kynningar. Já, þetta var síðasti liður á dagskrá, þannig að ég slít á fundi 17:55.